Já, hinga til mín komin Kolbrún Arna Pétursdóttir leikkona, velkomin Kolbrún. Þakka þér fyrir. Við erum hérna við Rauðaborðið að ræða sjúkrasögur. Að því að við höfum bara áhuga á lífsbaráttu fólks og hvernig fólk að kljást við hlutina í lífinu og eins líka bara hvernig samfélagið grípur fólk. Þannig að við ætlum aðeins að heyra núna söguna þína, Kolbrún. Segðu mér aðeins fyrst, hvaðan ertu? Ertu úr Reykjavík eða ertu? Já, nei, ég fædd í Reykjavík og hérna ólst þar upp fyrstu 5 árin, flutti þá í Kópavog og bjóð þar til fullorðins ára. Flutti Reykjavíkur svona fram og tilbaka, flutti svo aftur í Kópavoginn með dóttur mína og hérna, en ég svona líta á mig sem Kópavogsbúa. Já, en þú ert hérna að höfuðborgarsvæðinu. Já, já. Einmitt. Og þegar að það er ekkert mjög langt síðan að þú gengur í gegnum krabbameinsmeðferð og... Nei. Hvað eru Það eru, sem sagt, 2018 greinist ég og klára 2019 vorið. Þannig að það er svona 4-5 ár síðan, 5-6. Já, 19, 21, 23, það er 4. 4 ár. Það verða. Já, einmitt. Og hvar, kannski bara byrjar að segja mér frá því, hvar ertu stödd í lífinu þegar að þú veikist? Já. Ertu byrjuð að vera lasin, ertu byrjuð að finna fyrir einkennum? Sko, ég var byrjuð að finna fyrir, ég veit að núna eftir á, að ég var byrjuð fyrir löngu síðan að finna fyrir einkennum. Það kemur sem sagt í ljós, þetta kemur í ljós þegar ég fer í sko venjubundið eftirlit upp í krabbameinsfélag og að hérna það sést eitthvað á mynd og ég kölluð tilbaka í myndatöku sem sagt vorið 2018. Nána tiltekið afmælistegi minn, meira að segja. Og hérna að öllum líkindum hefur þetta krabbamein verið að hérna brjóstakrabbamein verið að grassera frá svona 15-20 ár. Vá. Já. Það er svolítið langur tími. Já. Búin að fara í tékk, venjubundið tékk. En hérna sást ekki fyrir þarna. Og þetta er svona ég hafði verið í listaháskólanum í hérna mastersnámi og var rosalega slöpp og ómöguleg og það er náttúrulega bara þegar það búið að greina þig með hérna vefjagigt, þá er allt sett á vefjagigtina. Þannig að ég var ekki svo mikið að leita mér lækninga, þú veist, það er bara allt sem að hrjáði þig var bara sett á vefjagigtina. Já, það var allt sett á vefjagigtina. Og ég gerði það sjálf svo sem líka. Já. Og hérna... En læknar, þú fannst alveg fyrir að læknar gerði það líka það? Já. Það var allt sett á vefjagikt. Og hérna, og það að eldast, það var stundur sem ég fekk það. Já, þú bara miðaldra? Já, nákvæmlega, miðaldra kona. Já, einmitt. Og hérna ég sem sagt geri asnastrygg, ég veit ekki hvað maður kalla það, ég hérna sel íbúðina mína 2014 og hérna get síðan ekki keypt íbúða því ég er að klára skólan, þá fæ ég ekki lán, ég fæ ekki hérna það er ekki það fær ekki greiðslumat, kemst ekki? Nei, ég kemst ekki gegnum greiðslumat því að það bara, þó ég ætti smá peninga þá sem sagt var það bara ekki nóg þar sem að ég hérna hafði ekki verið að vinna, það var ekki hægt að þannig að það fer af stað svona svo ég vissi ekki hvað og hvað, það fer af stað svolítið svona erfiðu kafli þar sem ég er á flækingi á milli íbúða og þegar ég síðan sem sagt greinist, áður en ég greinist að þá sem sagt hélt ég væri bara útbrunnin og ég fer í hérna virk og finnst ég svona ná einhverjum bata en alls ekki nóg
Þannig að þegar þetta kemur í ljós að ég er með krabbaminn sem búið að vera að grassera, að þá verður það mjög skiljanlegt. Já. Líkaminn bara á fullu að reyna að berjast, sko. En ég sem sagt fæ síðan inni hjá vinkonu sem að á íbúð og leigði með dótturinnar. Þegar ég sem sagt þegar ég fer í gegnum krabbameinsmeðferðina og það var... Varstu þá búin að fá greininguna? Þá var ég búin að fá greininguna, já. Hvernig, segðu mér aðeins þegar þú fær greininguna, var þetta ekki áfall að fá greininguna? Jú, það var það. Var þetta ekki brugðið? Jú, mér var brugðið. Og að sjálfsögðu, maður áttar sig ekkert á því samt sem áður. Nei. Fyrir seinna. Já. Maður setur bara varnarmekanisman í gang og reynir að lifa af, sko. Og fara í gegnum þetta. Jú, þetta var erfitt og þetta var svona, ég var svo mikið líka að reyna að berjast við að vera sterk fyrir aðra. Að finna ekki of mikið til. Þannig að þetta var svolítið töff, jú. Og þegar þú fær greininguna, þá þetta var nú ekkit kannski smávægilegt krabbamein. Nei, það var frekar langt gengið. Já. Það var svona bara á næsta stigi við það að verða 4. stig. En sem betur fer vonandi tekur það sig ekki upp aftur. Já, og það var líka þetta, sko, að vera í þessu óöryggi sem var líka svo erfitt, sko. Já. Þá sem að þessu húsnæðis óöryggi þínu eða? Já, að búa eiginlega inn á öðrum. Ég myndir ungkona, yndisleg og allt það. Og án þess að vilja það að lendur hún í því að bera pínu ábyrgð af mér. Já, einmitt. Þannig að það var svona, það var ekki auðvelt. Nei, einmitt. Og ég var svona að reyna fyrir dóttur mína, fyrir systir mína, þú veist, að reyna að vera svolítið svona hress. Fara bara á töffaraskapnum í gegnum þetta. Já, svolítið. Já. Og en var oft mjög lasin, sko. Já, einmitt. Og hvers konar meðferð ferðu í gegnum þannig? Ég fer í gegnum, byrja á því að fara, byrja í lyfjameðferð í ágúst 2018 og klára hann áramótin 2019 og byrja síðan fer síðan í geisla. Og hvernig, ef þú segir mér bara frá, sko, lyfjameðferðinni, ferðu þá alltaf upp á spítala og farið indælingu? Já. Og þetta var að mig minnir 8 skipti í allt, 8 eða 10 skipti og sko 4 fyrstu skiptin var ein kóktelblanda og svo seinni hlutin var önnur kóktelblanda og svo kóktelblanda var einmitt þannig að þurfti að vera í kælihönskum og Kælihönskum? Já, annars hefði ég bara mist neglurnar. Það þurfti að kæla hendurnar til þess að neglurnar héldust á, sko. Á meðan þú varst að fá indælinguna? Já. Vá. Svo mikið eitur. Þetta er svo svakalegt eitur. Já. Svo mikið bara að reka út illt með illu. Já. Og og ég verð nú að segja það, sko, að leið og maður greinist. Já. Þá tekur við ansi sterkt batteri. Já. Og ég hef ekkert nema gott það batteri að segja, sko, í rauninni, á meðan á þessu stóð. Er það krabbameinsdeildin upp á Landspítalanum? Já. Og þú veist, reglulega í viðtölum við lækni, hjúkrunarfræðinga og allt saman. Síðan, eftir x tíma, þá þér bara ítt út. Já. Og það eftir fyrir eitthvað stuttantíma og það finnst mér vera svolítið harkalegt og svolítið einkennilegt því að það virðist ekki alltaf fara eftir því hversu alvarlegt krabbameinið sko. En fær fólk, þú veist, þegar það
greinist, færðar einhvern svona andlegan stuðning, færðar sálfræðing? Já, ég til dæmis var svo heppin að hérna komast strax í hérna samband við sálfræðing, við frábæran sálfræðing sem var upp á hérna Landspítala og ég fekk að halda áfram hjá henni þegar hún fór út af Landspítala, eða sem sagt í annað starf, sko. Okay. Og það var alveg frábær manneskja og eins líka félagsráðgjafa því að það ýmislegt sem að, þú veist, hérna þurfti eins og þetta með hérna að búa í miðbænum, hún reitaði mér þannig ég gæti lagt bílnum á þess að vera stutt að fá sektir sem ég var alltaf í byrjun að fá og hérna sótti íbúð fyrir mig sem að síðan gekk eftir seinna og það var alveg sko frábært batteri en málið það var enginn sem sagði mér sko, það var bara því ég komst í sambandi við hennan sálfræðing í gegnum vinkonu sem sálfræðingur sem sagði mér að ég ætti rétt á þessu. Já, ok, það var enginn sem annar sem sagði þér þarna á spítalanum að þú ætti rétt á sálfræðingnum og þannig að þú þurftir að komast að því mér þessu. Já. Þannig að hérna og eins með félagsráðgjafana sálfræðingur sagði strax, þú átt rétt á því að tala við félagsráðgjafa. Þannig að hérna þannig að það skortir í rauninni einhvers konar svona upplýsingapakka og sama kannski eins og þegar fólk að fara á örorku að það fái upplýsingapakka hvað það á rétt á, þetta alveg klassist og það fær ekki upplýsingar. Og færði ekki þessar svo bara fyrir tilviljun hittur þarna einhvern sem að tvær manneski sem voru bara frábæra sko. Og ég held að þarna og þetta heyri ég marga konur segja sko, að krabbameinsdeildin krabbameinsbattari heldur vel utan af þig svo hefur þú tækifæri til að leita til einkaaðila líka náttúrulega því að hérna og þar færði ýmsar upplýsingar af vísu og það, þú eflaust heyrt hérna fólk rósa ljósinu sem alveg segðu mér aðeins frá ljósinu já, bara frábært batteri það dásamlegt batteri það svona eina sem ég veit eða ljósið þar getur einmitt þú getur fengið viðtöl allslags viðtöl og námskeið og hérna og þá viðtöl við fagfólk eða við sálfræðing okay. Og hérna þau bjóða upp að aðstandur komi viðtöl dóttir mín nýtti sér einmitt svoleiðis og þetta batteri ég get fullseint þakkað þeim sko þetta þarna eignaðist maður svolítið líf hérna upplifir þá einhvern veginn að þú veist veikindin hefði verið búin að svona draga úr þér þróttin og lífskraftin einhvern veginn og og oft var ég of þreytt til þess að mæta og lengi og eftir sko hérna var ég mjög þreytt og þetta svona togaði þið út aftur og þetta þú veist ég fór í hérna þau eru með hérna sal þar sem maður getur þjálfað sig og þeir eru með tækjasal líka tækjasal og eru með fólk sem að hjálpa manni þar sjúkraþjálfara og íþróttaþjálfara og hérna þetta alltaf sama staðnum? Já og það boðið upp á hérna allskis afþreyingu ég fór í hérna í leirhóp það var hérna það alls konar svona sem að þú getur bara að mála og félagskapur og tala við fagfólk kannski keiftir mat þarna í hádeginu alveg óstjórnlega góða mat fyrir lítinn pening og þarna kynntist ég konum sko sem að ég ennþá í smá sambandi við sko en þetta eins og ég segi þetta náttúrulega en ljósið bara, þetta svona tímabundið úrræði. Og það svo mikil hérna ásókn í það að þau verða að setja bara limit á tíman sem að hérna þú ert þarna inni. Hvað fékkst að vera lengi? Ég fekk að vera í 2 ár. Og hérna
Já, en á þessum 2 árum sko, þá svona fann ég alveg fyrir því að þú veist, svona, eftir að ég var búin í meðferðinni sjálfri, Já, þá einhvern veginn svona hrundi svolítið veröldin. já. Svona eftir á sjokk. Já, það var svona eftir á sjokk og hérna, já, þetta var ekki auðveldar aðstæður heldur sem ég var í, og svo kemur COVID og allt þetta sem að hefur sitt að segja líka. Og já, þannig að sjokkið sem að ég fæ, það er eftir á. Já. Já, það er mitt. Þetta er ekki fyrst skipti sem ég heyri það, sko. Nei. Fólk, mitt, og þetta með að fara í gegnum mitt bara á hnefanum svolítið og svo allt í einu kemur sjokkið, sko. Og þetta er sko að því líka að þarna kemur sko COVID inn í og ég fyrir að einangra mig og hérna það spilar stóra hluti. Er það ekki líka, kannski þó það hefði ekki verið COVID, að er ekki krabbameinsmeðferðin þess eðlis í rauninni líka að þú þarft að einangra þig svolítið frá fólki? Jú. Bara upp á smita því það er búið að skjóta ónæmiskerfið þetta einhvern veginn í kaf með lyfjameðferð? Akkurat. Já, og svo þetta sko að ég var svo listalaus og hérna átti erfitt með að borða það lengi vil og eftir. Já. Þannig að það svona hjálpaði ekki til. Nei. Það kom svona smá saman. Já. En þarna, og ég hef rætt þetta við nokkra konur sko, og þær segja það sama sko, að þú veist, þú ert svo mikið að fara í gegnum það að halda haus í veikindunum að þú kannski áttar ekki á því fyrir en eftir á. Já. Hversu mikið áfallið var. Hafðu reynt hérna, því þetta er svona brjóstakrabbamein, þetta er svona aðalega kvennasjúkdómur. Aðalega, já. Það eru líka kallar sem fá brjóstakrabba, sem átt að segja ekki á því. En hafður hugsað það einhvern tímann áður hvort þú myndir verða eina af þessum konum sem fengi krabbamenn? Brjóstakrabba eða einhver svona kvenkrabba? Já, þú veist, ég hafði alveg hugsað út í það. Systipin hafði nefnilega fengið sko nokkrum árum áður. Já, töluvert mörgum árum áður. Og hérna fóru að vísu bara innan gæsalappa, það er ekkert bara, það er líka erfitt í gegnum fleikskurð og þurfti ekki að fara sem sagt fór bara í geisla. En þannig ég vissi það alveg, þú veist, og í kringum við voru fullt af konum sem að hafði fengið. Já. Og en sko það er svo merkilegt nefnilega, þú veist, brjóstakrabbi getur verið alls konar krabbi. Þetta eru fleiri tegundir. Þetta eru alls konar tegundir. Já. Og það kemur í ljós að ég til dæmis var með frekar sjaldgæfa tegund sem að felur sig svona undir í mjólkugöngunum og sést ekki þess vegna alltaf á þessum venjulegu myndum. Þannig að og þetta er og það er fullt af konum sem að þú veist, fá brjóstakrabbamein og tekið það brjóstið eins og í mínu tilfelli og fullt af eitlum og svona sem lifa bara fínu lífi eftir það. Já. Þannig að þú veist, þetta er ekkert einfalt. Nei. En ég held að hafi ekki hjálpað hversu mikið hvernig aðstæða mínu voru. Það voru bara ekki góðar fyrir. Nei, þetta er svona alveg versti tíminn hann í þessu húsnæðisvesinni. Já, nákvæmlega. Þannig að en eins og ég segi, kerfið grípur mann mjög vel en það vantar samt gríðarlega mikið upp og þetta er eins og bara það voru upplýsingar sem að ég hefði gjarnan viljað fá sem að ég fekk bara í gegnum aðra konur í sömu stöðu og kannski eftir á í rauninni þegar þú fer að hitta konur í ljósinu og eitthvað svoleiðis. Og þegar þú ert eins og til dæmis þessi lyf sem að konur þurfa stundum að taka inn eftir brjóstakrabbamein. Þetta er svona kallað andhormón, blekkir líkamann til þess að framleiða ekki kvenhormónin. Já. Er það eitthvað sem þú þarft að taka þá bara það sem eftir er ævinar? Nei. Það er misjæmt. Sumar taka inn í 2 ár, 5 ár, 7 ár, 10 ár. Ég á að taka því 10 ár og þau eru anstíkileg sko. Þetta eru anstíkileg lyf. Eru þá aukaverkanir? Miklar aukaverkanir aðeim. Oft á tíðum. Og þetta er náttúrulega sko
fer svo í liðina oft og í beinin, í böðvana, þannig að svona líkamlega getur þetta verið mjög erfitt sem að konu gefast bara upp og hætta, sko. Já. En þetta samt til þess að gefið í rauninni til þess að vinna gegn því að geta mögulega fengið krabba aftur, eða? Já, það er svo svona hormóntengt krabbamein. Þannig að það er annarkvort hérna, láttu þið hafa það og láttu þið líða illa í liðunum næstu 10 árin eða taktu sénsinn. Já, eða taktu sénsinn. Og að sjálfsögðu, sko, þú veist, tók ég þá meðvitið ákvörðun að ég ætlaði að gefa þessu séns í minnst okkur 5 ár. Já, einmitt. Þegar ég var sett á annað lyf sem að hafði ennþá meiri aukaverkanir og sem að konur sem eru komnar yfirbreytingarskeiðið fá. Já. Og það fór ennþá verið mér, ég gæti ekki gengið upp og niður stiga, sko. Vá, fór svo rosalín hérna á mér. Og þá fór ég á annað lyf sem er skárra, en hann var frekar svektur krabbameinslæknirinn, ég skildi ekki hafa þolað hitt vegna þess að hann sagði að það hefði miða við minn krabba verið betra. En minnst þetta alveg nóg. Já, einmitt. Það hefur samt áhrif, sko. Já. Og þessar upplýsingar, bara, þú veist, hvers konar aukaverkanir til dæmis, það er ekki, þú veist, þér er bara gert, lestu fylgiseðilinn og þú veist hvernig það er, að fólk er ekki alltaf að lesa fylgiseðilinn, en sko, margar af þessum aukaverkanum eru mjög anstíkilegar og þú veist, það er þurrkur í legungum, það er þurrkur í munni, það er alls konar erfileikar sem að og það er svo lítið talað um þetta. Já, einmitt. Þú getur farið á námskeið hjá Krabbameinsfélaginu, þú veist, og fengið einhvað af þessum upplýsingum. En sko, það er ekkert alltaf verið að tala þessar viðkvæmustu, til dæmis konur í sambúð, marga hverjar. Það eru ekki að fá neinar upplýsingar og líður bara bölvanlega að geta ekki lifað kynlífi með sínu maka, til dæmis. Já. Og það er alls konar svona hlutir sem eru bara ekki ræddir. Já. Akkur heldur að það sé? Ég veit það ekki. Þegar ég hef stundum verið að tala við minn heimilislæknu sko, sem er yndisleg, sko, aukaverkanir, þá sem já, það eru bara aukaverkanir, þú veist, og það er ekkert verið að ræða það neitt. Sérstaklega? Nei. Vantar svolítið upp á svona. Já. Vantar kannski í rauninni bara þessi talað alls konar sjúkdóma og alls konar aukaverkanir og alls konar meðferðir. Og hvað fylgir og hvað þú getur gert og sér í lagi hvað þú getur gert. Já, einmitt. Lausnir. Já, en þetta náttúrulega, þetta er að stóru hluta það sem að mér finnst vanta upp á. Það eru upplýsingagjöf. Já, einmitt. Heyrðan, þú ferði í aðgerð þarna, varstu með, var þetta svona arfgengt krabbamein, því nú er stundum talað að fólk sem með eitthvað gen, eitthvað. Já, svona brakkagen, já, til dæmis. Já, ég sem sagt, þetta var ekki arfgengt. Þannig að Og þú ert ekki með þetta brakkagen? Nei. Ef það hefði, sko, ég gaf leyfið mitt að verið leitað í erlendan genabanka, þar sem að faðir minn var þó hann væri sem sagt fæddur í öðru landi, þá var hann Íslendingur. En og það kom í ljós að það var ekki í gegnum hann og ég veit að það var ekki í gegnum, það er önnur tegund af krabbamein sem var í móðurætt, sko. Já. Þannig að var krabbamein í móðurættinni þinni, þá fekk mamma í krabbamein eða? Nei, hún fekk ekki, en amma mín og bræðurinnar fengu ristilkrabba. En brjóstakrabbamein var ekki arfgengur þáttur. Hvernig upplifirðu eitthvað svona erfiðleika við að láta taka af þér brjóstið? Já. Nei, í sjálfu sér ekki. Ég gerði það strax upp við mig. Þetta var svolítið skrítið. Ég var með mikinn hármakka og ég kveið því mest að missa hárið.
Já, Ekki meira missa heldur en brjóstin, nei, nei, mikið meira þú veist, já. mála að missa hárið heldur en að missa brjóstin. En svo var þetta öfugt, sko, þegar upp var staðið. Það var auðveldar að missa hárið já, en erfiðar að missa brjóstin. Já, í rauninni. Já. En í sjálfu sér, sko, þetta er bara eitthvað sem ég sætti mig við. Já. Af því að það þurft að gera þetta. Já. Einmitt. Betra að halda heilsu heldur en að vera endilega með 2 brjóst. Já, akkurat. Og hérna, það trublar mig ekkert að hérna vera einbristingur. Nei, einbristingur. Já, flott. Þú eru ekki fengið ákveðið að fá þig tattoo eins og sumar konur hafa gert? Nei, ég gerði það nú ekki. Sko, nei, en ég er ennars spökulur í, það getur vel verið að gera það. Já. En svona, það er ekkert sem að hérna skiptir mér máli svo sem sko. Einmitt. En eins og ég segi, fyrir suma konur er þetta miklu meira sjokk. Já, einmitt. Og svona sérstaklega þessar yngri gæti ég trúað sko. Fá konur, þú veist, það fá vantarlega stuðning í gegnum einmitt ljósið eða eitthvað svona, fá það stuðning fyrir frá einhvern á meðan og það eru í svona andlegan stuðning varandi bara sjálfsmyndina og það allt. Já, sko, eins og ég segi, það er eiga rétt á því að tala við sálfræðinga. Nú veit ég ekki hvernig það er. Já, ef það er hitta á, það eru upplýsingar að akkurat. Það er eigi rétt á því að hann getur sótt þar. Já, það er að vísu einhverja upplýsingar í hérna þessum bæklingu sem maður fær. En eins og ég segi, ég til dæmis hérna, var bara svo heppin að komast strax að, veist, þarna er ég að hérna fara byrja vegferðina sumar, þannig að hérna það voru ekki margir sálfræðingar í vinnu á Landspítalanum en ég bara vissi fekk náttúrulega þessar upplýsingar í gegnum vinkonu að þessi kona væri og hérna og þetta var rosalega gott og í gegnum hana náttúrulega fekk ég upplýsingar en ég hef talað við nokkra konur sem að einmitt kvörtuðu mikið yfir þessu sko að hérna og að því að ljósið er þú veist ekkert með fullt af sálfræðingum á sínu snærum kannski með einna, ég veit ekki hvort þeir eru orðin 2 sko og það er töluvert bið í þá hérna aðstoð. Hver fjármagnar ljósið, veistu það? Þetta er bara félagsamtök hérna, ríkið leggur eitthvað til svo bara og, svo er bara styrtaraðilar og það er svo magnað hvaða velst dásamlegt fólk þarna í hérna, til vinnu að í ljósinu allt hverju eru betra sko og til dæmis bara þetta hérna eins og við vorum að tala sko hérna veist, ef að ég þyrfti að spyrja mjög nærgöngulla spurninga myndi ég vilja gera það í gegnum ljósið sko. Já, einmitt. Já, akkurat. Það er svo mikið hlýleiki og sko, það er svo falleg orka. Já, einmitt. Ég fór til þess að sauma námskeið, taldi mig ekkert geta saumað og svona alls konar. Þannig að þetta svona byggir konur upp þarna líka. Já. Og bara allt fólk því að það er ekki bara konur eru kallar líka já, þetta er allar sem hafa greinst með krabbamein já, ok, ég held þetta væri einhvern veginn bara kvenna nei, alls ekki stuðningur einhver ég mitt í hérna nei og þeir því miður leita sér kannski síður þessar aðstóðar já, er það? Já en það eru fleiri konur sem að sækja já, ljósið. Sem að nýta þetta já, einmitt já hvernig svona ef þú horfir tilbaka fannst þér þessi reynsla breyta þér? Já, að sjálfsögðu. Já. Sko, hún er að gera það núna, sérstaklega. Já. Þegar að þessi tími er líðin fyrir... Svona einhverjum árum setna. Já. Ég sem sagt að því að ég er svo verkuð sem er þá hluti af þessu allir ég með... einhverja tegundur að gigtum og eitthvað svona og svo þetta lyf sem ég tek inn sem hjálpar ekki mikið upp á að þá er ég oft mikið verkjuð og hérna þegar
að því að talaði að það hefði komið svona eftir á þetta sjokk og þarna í COVID-inu í þessar miklu einangru sem ég var í, þá fór ég að sofa voru mikið og ég hafði tekið inn svefnlyf lengi og var og í kringu þetta þegar ég hrein svona þá fæ ég róandi og ég fer að misnota þessi lyf. Bara langaði ekki þetta var orðið, ég var bara orðið þunglind og hérna ég vildi bara sofa frá mig lífið. Þetta var orðið mjög þungt og hérna fer að misnota þessi lyf sem verður svo til þess að hérna að ég fer bara í meðferð og það var breytti rosalega miklu já. En hvernig var það svona þunglind, heldur að það sé bara afleiðing af því að vera svona mikið lasin þannig að gangi gegnum þetta allt? Já, gangi gegnum þetta finnast ég sko í rauninni bara þetta, þú veist, ég hefði svo gjarnan vilja bara vera í eigin húsnæði, búa ein og hérna vera örugg og þetta svona þetta var erfitt, þetta var erfiðu tími sko. Seg smám saman. Já, ég var að vísu svolítið mikið þarna í sem sagt COVID-unu að því að hérna þessi unga vinkona mín, hún sem sagt var bara í einu grunn í útlöndum bara föst þar í rauninni og hérna en sko það skipti engu máli, ég bara leið ekki vel. Ég bara var í Varst ekki þínu húsnæði? Nei, þetta var ekki vissi ekkert hvað var að fara að gerast og svona og svo náttúrulega held ég að hérna stór hluti af þessu sé líka sko þegar að maður hefur lent í mörgum áföllum og þetta var bara eitt af mjög mörgum áföllum sem ég lenti í lífinu og þetta varð einhvern veginn svona og hef unnið rosalega vel í mér í gegnum árin en var alltaf að lendi nýjum áföllum þannig að það er svona, ég var alltaf að spóla tilbaka sko. Koma þá gömul áföll upp við það að vera og þegar að svoleiðis að þá hérna getur verið ansi erfitt að takast á við hlutina sko. Þannig að hérna og þú veist það er svo stutt síðan farið var að tala sko þú veist, áfallastreitu þú veist, og allar þessar konur sem koma hérna fram í gegnum hérna Me Too og fleiri byltingar þú veist, með mörg saga kvenna er svolítið þyrnum stráð og ég held að ég hafi sko stundum verið svolítið gjörn að skamma sjálfa mig fyrir að vera ekki sterkari, ég ætti nú að vera búin að vinna meira gegnum þetta, ég ætti bara þú veist og hérna þegar síðan krabbamenni bætist ofan á þá svona bara hrundi eitthvað endarlega svona fylltist mælirinn en þetta var sem betur fyrir stóð ekki þessi misnótkun yfir í langan tíma, þetta var sem betur fyrir ekki svoleiðis en og það var ekki eins og ég væri stöðugt að taka inn lyf, það var ekki en það var samt alveg nóg til þess að það urði einhverja krossverkanir og hafði svo mikil áhrif á líkamann að ég hrundi þar líka sko. Og átti mjög erfitt með að takast á við það. En áttaður þið á því sjálf að þú væri bara komin á þannan stað þarna? Já. Og þurfti bara að fara í meðferð? Já, ég áttaði mig á því. Ég hérna sem sagt, bara einn daginn að þá hérna fékk ég blackout og keyrði í blackouti og keyrði aftan á bíl sem betur fyrir ekki á mikilli ferð og engin skaði skeður nema bílinn minn í Klessu. Hinn bílinn sást alla á honum og hérna það var bara, nei, hingað ykkur lengra. Og ég fór í meðferð og það breytti lífið mínu ansi mikið. Þá sem sagt áttaði ég mig líka kannski á því hversu mikla ábyrgð
ábyrgð ég ber á því að láta mig líða betur. Já, einmitt. Þetta var ekkert, ég til dæmis misnota aldrei áfengi eða eiturlyf. Þetta var náttúrulega bara innan gæsalappa. Auðvitað eru svona læknadóp alveg hræðileg, sko. En oftast gerist, væntanlega segi ég bara, ég svo sem þekki það ekki. Þekkirðu eitthvað það? Hvort að það sé, tíðnin sé ekki oftast bara þegar einmitt fólk þarf að nota þessi lyf. Maður er allavega að heyrt það mjög mikið með verkjalyf og annað. Já. Að þegar fólk þarf að nota þessi lyf út af einhverjum sjúkdómum, að þá þannig byrji misnotkunin. Já, það er mjög algengt. Fólk fara að nota mikið og einhvern veginn missi þetta út úr höndunum. Svo er svo magnað líka, sko, að ég er búin að vera í þunglindi og ég er ekki þú ert ekki að bæta það með því að taka fullt af lyfjum, því að það versnar náttúrulega bara við. Andlegt ástand versnar við þetta. Og þú veist, ég var komin, þegar ég síðan fæ íbúð í gegnum félagsbústaði, mjög þakklátt fyrir það, að þá er ég bara svo langt niðri, að ég næ ekki einhvern veginn að komast út úr því. En eins ég segi að þetta var gæfuspor að fara í meðferð, því að ég er sem sagt búin að kynnast sjálfur mér svo vel í gegnum það allt saman og í gegnum AA og Spóravinnu. Ég er í svo geggjum kvennagrúpum, það er svo mikið orka, svo mikið sterk kvennorka og samstaða í þessum hópum, sko, og bara rosalega skemmtilegt. Já, einmitt. Ég bara eiginlega vorkin eða einn sem að hafa ekki þetta. Hafi ekki kynst tólsporsamtökum. Já, þannig að já, og ég er mikil, sko, kvennabaráttu kona í svona í grunninn, en þegar ég horfi tilbaka hversu margar konur hafa orðið fyrir ofbeldi, kynferðisofbeldi, heimilisofbeldi, alls konar ofbeldi, að sko þetta er svo rosalegt, þetta er svo, þú veist, hvað er hægt að gera til þess að stöðva þetta, sko. Já. Sigrún Halldórsdóttir var að gera rannsóknar mitt var byrjað með rannsóknar sem hún var að tala við konur sem hafði farið í gegnum krabbameinsmeðferð og var að tala um þjáningarnar. Og það endaði með því að konur fóru að segja nefnitt frá því að þetta var nú ekki neitt. Þú veist, að því þá hafðu það reynslu á því að búa í ofbeldissamböndum, nánum ofbeldissamböndum. Og það hefði nú verið mikið meiri lífsreynsla og þannig að það endaði með því að hún fór að gera rannsókn. Þessar stóru rannsókn sem hún gerði. Já. Alveg ekki, sko. En það er svo athyglisvert samt, sko, að hún er fyrst að gera rannsókn á konum í krabbameinsmeðferð og hún talar mér það með líka, sko, að þessi áföll og þessi áfallasaga kvenna og áföll eru náttúrulega bara að veikja konur líka. Það eru enda allar með einhverja gikt eða einhverja sjúkdóma og ég vil krabbamein. Já. Það er svoleiðis. Og það er svo magnað líka ég kynntist konu einmitt sem að hafði orðið fyrir, sko, því að einmitt búa lengi við heimilisofbeldi og í svona vondum samböndum og hún endaði líf sitt langt fyrir aldur fram úr krabbameini og meðan að hún var veika þá sagði hún bara þetta er bara helvitis ofbeldið. Já, nákvæmlega. Það er bara ekkert ólíklegt. Það er náttúrulega þegar taugakerfið er þanið til þess ídrasta stöðut eins og konur sem búa við heimilisofbeldi með taugakerfið stanslaust þanið. Það hlýtur að það lætur eitthvað undan, sko. Og þetta var líka svo sem, þú veist, ég vann í kvennaathvarfinu 6 ára skeið og sá nú ýmislegt þar og ég held að ef að farið verður virkilega í alvöru á heimsvísu að skoða ofbeldi gegn konum þá væri bara og eitthvað gert í því ekkert bara skoðað, heldur gert í því
að þá fari konum að líða betur, almennt. Já, einmitt. Já, einmitt. Hvernig, ég ætla kannski spyrja það eins líka, upplifður einhvers þar á þessum tíma fordóma fyrir því að vera að glíma við veikindi eða vera ekki hraust og sterk? Nei, ekki gagnvart krabbameininu. Nei. Það var einhvern veginn alveg allir það var bara svona vel skilgreind veikindi já, vel sem allir höfðu skilning á. En allt hitt, sko, vefjagigtin, slitgigtin, þú veist. Ósýnilegu sjúkdómarnir. Ósýnilegu sjúkdómarnir. Þar hef ég fundið fyrir sko, alltaf því anstíkilegum fordómum. Já. Þannig að svo þegar að krabbameini kom og þá fjöxt allt í einu vel skilgreindan sjúkdóm sem fólk hefði skilning á. Já. Það er svolítið svoleiðis. Já. Hitt er einhvern veginn, sko, já, þessir ósynlegu, þeir það virðist ennþá vera svolítið, og meira sé innan heilbrigðiskerfisins líka, sko, því miður. Nú er búið að stofna, nú man ég ekki hvað það heitir, einhvers konar kvenna miðstöð í Mjóddinni, svona heilsugæslustöð fyrir konur. Já, er það? Já, og þar eru, þú veist, hún heitir Erla, man ekki hvers dóttir, sem að kom því á lakirnar, og þar er verið að fást við þessa sjúkdóm sem að konur eru með. Já. Og þar sem þær eru ekki afgreiddar, eins og lipodemía eða heitir fitubjúgur á íslensku. Þú veist, ég er með svoleiðis á fótunum og það hefur ekki verið neitt skilningur hingað til. Núna er aðeins að byrja einhver skilningur á þessu, að þetta er sjúkdómur. Sest fita á fætunar? Já, sest í polla. Eða í polla, já. Þetta getur verið á fótum, þetta er algengast á fótleggjum. Ég með þetta við hnén og og þetta er sem sagt þær eru að fást við þetta þarna heimilislæknir sem sagði að við konur erum bara tilneyingu þegar við eldumst að fitna á skrýtnum stöðum, en þetta er ekki svoleiðis. Þetta er sjúkdómur sem sagt. Og margar fá þetta sem sagt á efri búkin. Já, sem sagt björgunarhringin. Já, en þetta er sko, já, en þetta er fitu vökvi sem að safna saman í polla, og það alls konar svona kvennasjúkdómar sem þær eru að díla við þarna. Og það er semst alveg hægt að gera eitthvað í þessu? Já, það er hægt að minnka auka lífskeiði eitthvað, sko. Sumar fara í aðgerðir. Ég hef farið í svona fitusog, en þetta kemur bara strax aftur. Já. Þannig að það virkar ekki, þannig ég er ekki að fara í það. Þú getur bara reglulega. Já, svona staðbundi fitusog við hnén, sko. Já. Og já, þetta er það teklisvart samt. Já. Það sé þetta. En svo langaði mig að tala að því við vorum að tala þú veist, hvernig það er að fá krabbamein, að þegar að brjóstamiðstöðin, nýja, upp á Landspítali tekin notkun, sko, þetta er eins og allt hér á Íslandi. Það er bara ákveð að taka þetta frá Krabbameinsfélaginu og setja þetta niður og það versnaði þjónustan. Já, einmitt. Veist, áður var þetta þannig að þú komst upp í Krabbameinsfélag í tékk, hópskoðanir eða hvað var kallað og og þú gast og þá leið var legháls tekið sínur, og það er ekki lengur. Núna er það komið inn á heilsugæslustöðvarnar, en það fylgdi því svo lítill peningur að það er ekki að meira segja, ef að konur eru í yfirvikt þá passa þær ekki í bekkina. Það passa þær ekki í bekkina? Nei. Og allar þessar, Sólveig Sigurðar sem var að stofna þessi nýju samtök þarna, hún talaði einmitt það. Ofþyngdarsamtökin. Já. Ofþyngdarsamtökin, að hún talar einmitt það, að þú veist, það er fullt af konur sem vilja ekki fara þarna. Nei.
þær upplifa sig, þær eru með líkamsskömm og eiga bara mjög erfitt með þetta og þetta er bara færibandavinna orðið þarna frá. Já. Og vantar alveg þessa sko ægið sem maður upplifir bara oft, frekar bara hlýlegt að koma þarna og fara í sloppin hjá þeim og þú veist, en á heilsugæslustöðunum þar sem á að skoða, þar sem að konur eru að fara í leghalsskoðun, hver á að gera það? Það er nefnilega akkurat máli. Heimilislæknir? Nei. Hver á að gera það? Nei, hjúkrunarfræðingar. Ekki með neina reynslu að þessu. Þú vilt náttúrulega bara gera það hjá kvensjúkdómalækninum þínum helst eða á stofu sem er bara með sérhæfingu í þessu. Já, eða eins og upp í krabbameinsfélagi þar sem að var krabbameinslæknir, sem að var kvensjúkdómalæknir sem að var bara í fastri vinnu við það að taka þessi sýni og allt það. Já. Og þó þetta hafa aldrei verið skemmtilegt að þá var þetta einfaldara. Já, einmitt. Þannig að sko þetta skiptir líka rosalega miklu máli kannski sérstaklega sérstaklega út af ofbeldissögu kvenna. Að sjálfsögðu. Það er akkurat, og það er það sem að Sólveig var að tala um sko, að marga konur með mikla áfallasögu og eiga bara mjög erfitt með þetta. Og þetta er nógu erfitt, jafnvel fyrir konur sem að hafa lent í einhverju að fara til kvensjúkdómalæknis þó það sé bara þó það sé skárra. En hvað þá að liggja upp á einhverju bekk og einhver hjúkrunarfræðingur tekur þú veist, þetta er ekki þetta er ekki þetta er ekki í lagi. Þetta er ekki í lagi. Það er eins og allt hér við hendum stofnunum og setjum yfir á aðra stofnanir en það fylgir því ekki fjármagn þannig að þú veist minnkar þjónustan. Það er bara búið að vera að grafa undan kerfinu einhvern veginn smám saman. Já. Og þetta á við svo margt í okkar samfélagi. Sem er algjör synd sko því það við erum með svo mikið að frábæru með heilbrigðisstarfsfólki sem að allir tala fallega og upplifa frábæra þjónustu inn í svona svæðisbundnum alveg eins og þú ert að tala í rauninni upp á krabbameinsdeild og annað. En það vantar eitthvað svona heildar að þessi hugsað kerfið allt á einhvern svona fallegan hátt. Já, og það var til dæmis, þú veist, það sem ég allavega hef heyrt að krabbameinsfélagi var farið að svolítið auka fræðslu til hvenær erlendum uppruna því að þær eiga líka svo erfitt með að leita sér þessara hjálp akkurat þessar heilsu þátta og þarna er bara verið að henda því sem að jafnvel gott. Já, einmitt. Og örugglega er ég viss það að allir þessi hjúkrunarfræðingar sem að vilja gera sitt besta og eru jafnvel að því og allt það en þú veist, bara akkurju mátti þetta ekki bara vera eins og það var. Já, ef eitthvað funkar vel. Já, það var það var einhverju vandkvæði sem að komi upp í krabbameinsfélagi en það var lítið mál að hreinsa það. En það var ekki gert, það var bara tekið af og sett yfir á spítalann. Já, og þó að ef það hefði verið samt gert en hefði verið kannski gert betur líka, svo er það spurningum hvernig hlutin eru gerði líka. Akkurat. Já. Og hvort það eru settið peningar í það. Já, nákvæmlega. Það skiptir gríðarlega miklu máli. Þessi heldur peningar. Já, heyrðu, en hvernig er staðan hjá þér í dag eftir þín veikindi? Þarftu að fara í tékk reglulega eða? Og það er nú eitt sem að, nei því miður að þá virðist það bara vera eftir 2 ára er maður bara nánast útskrifaður. Okay. Ég fæ símtal frá hjúkrunarfræðingi einu svona ári. Já. Veit ekki eins og hvort að ég held að sé 5 ár allt í allt, þannig að ég fyrir að vera búið með það tímabil. Já. Þannig að já, það vantar svolítið eins og til dæmis í Danmörku, þar fá konur krabbamein og þær eru þú veist, í viðtölum og eftirliti lengi á eftir. Já. Og maður hélt einhvern veginn að ég hélt að það væri þannig hérna líka sko. Nei, það er nefnilega ekki þannig. Þannig að þarna er einhver það er bara þetta símtal einu sinni ári sem ég fæ. Pottur brotin einhver. Já, þú veist, það er allt í lagi mín vegna. Ég þarf ekkert meira, upplifið það ekki, ég þurfi meira, en það hefur alveg komið upp óöryggi hjá mér. Já.
og ég setti inn á heilsuveru fyrirspurt sem var svo svara 2 mánuði seinna. Alveg frábært, sko. Og það er þetta til dæmis að þú farið ekkert samband við við krabbameinslækniðinn sem þú ert búin að vera í töluverðu sambandi við meðan á þessu stendur öllu saman, sko. Þannig að og það er þetta, þú veist, þegar maður, eins og ég sagði við hjúkrunarfræðing, ég segi bara, þú veist, ég er óörugg, þú getur alltaf hringt í okkur, og ég segi, já, ég get alltaf hringt í ykkur, en það er þá bara til þess að hringja og segja að þú sért óörugg. Já, í rauninni. Ekkert meira, þú færð ekkert enga þjónustur. Nei. Þannig. Og þú veist, það er til dæmis og ekki er auðvelt að fá tíma hjá heimilislækni þegar eitthvað kemur upp á. Það er ekki það auðveldasta. Þannig allt kerfið er svo seikt. Já, einmitt. Og ég þekki eina sem að fekk brjóstakrabbamein út í Svíþjóð þar sem að heilbrigðiskerfið er líka hruni komið, en það er samt meiri þjónusta heldur en hér. Já, það var sterkara fyrir. Já. Og það tekur smá lengri tíma held ég að brjóta það alveg, en það er alveg okkur verið. En svo og ég þekki 2 sem að byggu í Danmörku og fengu brjóstakrabbamein og sko önnur, hún er í 6 ára tekki, sko. Já, einmitt. Já, við bara maður að vona að þetta breytist eitthvað hérna. Já, við skulum vona það. Já. Heyrðu Kolbrún, ég bara þakka þér innilega fyrir komuna og fyrir að segja okkur söguna þína. Takk fyrir mig. Og við verðum hér aftur og tölum við fleiri og fáum fleiri sjúkrasögur hér síðar. Takk fyrir.